fyrst vorum við með jafnstraum á þessari spólu og þá tókum við eftir því að það breyttist ekkert straumurinn hvort sem við vorum með spóluna lausa út fyrir kjarnanum eða við settum hana inn í kjarnan. Það var sami straumur. Sjá, það kom hérna fram. Prófið það ekki. Jafnstraumur í spólum með járnkjarna. Og já, það var fyrst án járnkjarna, það var stillt á 0,5 ampera straum og síðan með járnkjarna og þá breyttist straumurinn ekki neitt. Ástæðan er náttúrulega svo að þegar við erum búin að setja spólunni í járnkjarna þá er í rauninni áfram sama raunviðnámið sem að er heildarviðnám rásarinnar, raunviðnám eirvírsins í spólunni sem að takmarkar strauminn. Það er í rauninni ekkert annað sem takmarkar strauminn á meðan við erum ennþá með jafnstraum. Og það verður eingöngu vart við smá span þegar við setjum straum á, ef við erum með járnkjarna og spólu. Þegar við tengjum annars vegar þá verðum við var við smá span og síðan verður straumurinn eðlilegur eftir 5 tíma stuðla og eins þegar við rjúfum strauminn þá reynir spólun að viðhalda straumnum með því að afhlaða segulmagnið sem að hún var hlaðin upp með. En það tekur líka mjög stuttan tíma og líka 5 tíma stuðla. Þannig að það er bara í tengingu og rofi við jafnstraum sem við verðum vör við span í spólu. En þetta var bara sami straumurinn vegna þess að það er ekkert launviðnám í spólunni þegar við erum í jafnstraum. Ok. En síðan þegar við settum spóluna við rispennugjafa að þá mældum við örlítið minni straum þegar spólan var fyrir utan járnkjarnan. Það var bara loftkjarni í spólunni, þá minnkaði straumurinn, við steltum á sömu spennu, þá minnkaði straumurinn örlítið úr 0,5 amperum niður í 0,4 eitthvað amper. Og það er vegna þess að þarna erum við konum með smá span í spóluna og kjarnin er loft, það er loftkjarni. Og þarna erum við með smá launviðnám eða spanviðnám sem að er komið til skjalana í spóluna og hefur áhrif. Þannig að þá hefur við bæði raunviðnám og spanviðnám eða sem við köllum líka launviðnám, bæði raun og laun, og þá erum við komið með setu sýndarviðnám í rásina í rauninni og það er í rauninni það sem er takmarkað strauminn, þennan straum hérna í L. Og svo takmarkað ennþá meira strauminn, sýndarviðnámið, setan, þegar við setjum spóluna ofan í járnkjarnan. Þá dettur straumurinn gríðarlega mikið niður vegna þess að segulleiðni kjarnans er miklu meiri þegar við komum með járn. Þá erum við með stærri segulleiðni sem að gefur okkur stærri sjálfspannstöðul L og þau mjög nefnir formúlunni fyrir launviðnámið XL. Það er þess að P sinnum F tíðnin sinnum L sem er sjálfspannstöðullin, og ef að sjálfspannstöðullin eykst mikið vegna segulleiðninnar sem að eykst rosalega, þá fáum við hærra launviðnám, hærra XL. Og það þýðir að við erum komið með miklu meira viðnám og miklu minni straum. Og hér sem sagt er bara miklu meira viðnám í rásinni þá, þar sem að launviðnámið kemur inn í þetta, og
setan verður mjög stór. Þannig að setan kemur í staðinn fyrir R-ið. Setan kemur þegar við erum komin með riðstraum. R-ið var þegar við vorum með jafnstraum. Þannig að við erum komin með miklu meira viðnám þegar setanum. Við erum komin með riðstraum í rásina og þá launviðnám og sýndarviðnámið rosa stórt. Og hérna reiknum við út spannviðnámið eða launviðnámið og það rétt næstu því rétt undir þessari stærð hérna vegna þess að hornið svo gríðarlega stórt. Og já, þið áttuð ekki reyndar að teikna vektormynd í þessari æfingu, en með Pythagoras-reglunni þá hægt að bera þetta saman. En þarna vorum við að prófa að nota, var þetta ekki mælda viðnámið sem við notum hérna í RL-vír, já. En hérna erum við með, gætu við verið með örlítið minna viðnám, en bara launviðnám spóluna svo stórt að þetta næstu því sama tala. Hérna sleppum við að gera ráð fyrir raunviðnámi sem tilheyrir járnkjarnanum. Hérna sleppum við stöpunum eða raunviðnámi sem tilheyrir járnkjarnanum. Mælda þættir þetta. Ef við notum mældu tölunar, já. Þá erum við að sleppa í rauninni járninu í... Já, ef við mælum sko með ómælinum eins og við gerðum hérna efst uppi. Já. Þeirri mælingu, ef við erum með þetta 27 ohm hérna sem við mældum með ómælinum, þá sleppum við járntöpunum eða raunviðnáminu sem að tilheyrir járnkjarnanum. Sem að kemur í ljós þegar að riðstraumurinn kemur á spóluna og þá kostar ákveðið afl að snúa seglunum, grunnseglunum við í efninu og þá hitnar járnið og þannig tapast varmi og það er hægt að umreikna það yfir í raunviðnám. Þá það raunviðnám hluti sem tilheyrir járninu. Þú getur reiknað varmatöpin yfir í raunviðnám. Já. Það aflið sem við höfum verið að taka mælingar á í hinum verkefnunum og þess vegna getum við reiknað okkur tilbaka og séð hvaða raunviðnám tilheyrir járnkjarnan. Það málið. Síðan það var ekki þetta síðasta sem þið sáðu hérna var ekki með í ykkar útgáfu af verkefninu. Þannig að þið enduðu á þessu hérna að taka bara vírviðnámið og nota það til að reikna út sýndarviðnámið eða setuna. Ok, þá erum við búin að fara yfir þetta verkefni, eitthvað sem að við viljum spyrja varðandi 1a. Er þetta ekki mjög svipað og þið fenguð? Ég held að við séum með þetta allt saman ferskt. Þið megið spyrja seinna ef ykkur dettur eitthvað í hug líka. Við skulum taka 1b og þar byrjum við á því að nota sveiflusjá til þess að skoða fasvik sem að spóla veldur í riðstraumsrás. Ok, þá settum við viðnám hérna í rásina sem í þessu tilfelli var bræðivar og við notum bara bræðivar því að við vorum eiginlega alveg vissum að bræðivarið það myndi ekki valda fasviki því að áður fyrir þá vorum við með hliðtengt viðnám í mæli sem að var notað til þess að búa til spennu í svona straummælingar en það smá spóluvirkni í því þannig að við hættum við það og notuðum öðruvísi raunviðnám og raunviðnám með tiltölulega lágu gildi og það öryggið með það ómin eru tiltölulega fá í svona öryggi bræðivari þannig að
þegar við sendum straum í gegnum svona bræðvar í svona rás, að þá getum við fengið mynd af því hvernig eða hvenar straumurinn byrjar að renna í rásinni, og það það sem við erum að nýta okkur í þessu. Þannig að við tökum sem sagt spennuna á sveiflusjónni hérna frá jörðina, tökum við hérna fyrir framan öryggið, bræðvarið, vegna þess að við viljum fá viðmiðun hérna fyrir framan til þess að geta haft spennuna, heildarspennuna sem sagt á hinum geislanum sem við sjáum á sveiflusjónni, sem við höfum rauðan, og það þá spennan. Þannig að við sjáum strauminn og spennuna alveg í samhengi. Ef við hefðum snúið þessu við hérna, þá hefðum þurft að reyna að umpóla einhvern veginn myndinni þessari hérna til þess að fá þetta í samhengi. En þetta tengt svona upp til þess að fá þetta í samhengi. Þannig að við erum að skoða tímamunin, hvenær fer spennan gegnum núllpunktinn, og síðan bíðum við eftir hvenær straumurinn fer gegnum núllpunktinn. Það blái ferillinn, það straumurinn. Og þarna sjáum við að sem sagt, spólan að seinka straumnum í rásinni, og við mælum tímamunin hérna. Og þetta voruð búin að reikna út, og hérna eru 83 gráður sem að hérna fást í þessu tilfelli. Síðan var spólan tengd við afmæli til þess að reikna þetta út frá sýndarafli og raunafli, og þá var hérna raunafli tekið hérna og spenna á straumur til þess að reikna út S-ið, og S-ið hérna 57,2 volt ampere, og við höfum raunafli 6 watt, og þá getum við fundið raunaflstöðlinn og hornið, og við fáum þetta í þessu tilfelli hérna, þá höfum við verið að fá þetta 84 gráður. Hvað var hérna áður? 83, það munar hérna 1 gráðu. Þetta nú nokkuð nærri lagi. Einu kannski skekkjurnar í þessu eru kannski það að ef að sveiflusjáin ekki alveg núllstilt, ef báðir geislarnir eru ekki alveg hérna ofan í núllinu, þá getur verið smá skekkja í þessar aflestri hérna. Ég veit ekki hvort að það hefur verið gert, en svo önnur skekkja sem getur verið, það náttúrulega bara í afmælinu. Hann gæti verið að sýna eitthvað ekki alveg nákvæmlega rétt. Og svo þetta skekkja í straummælingunni og spennumælingunni. Það getur allt haft áhrif. Þannig að það munar 1 gráðu. En það í sjálfu sér kannski innan eðlilegra skekkjumarka í þessu. Og síðan prófum við að nota bara raunviðin á spólunar til þess að reikna þetta út, og þá vitið þið að við erum að sleppa raunviðinámi sem að tilheyrir járnkjarnanum í spólunni, og þá getum við búist við því að fá þetta ekki alveg rétt. Sérstaklega ef að við erum með talsvert mikið af járni, og þetta eru talsvert mikið töp og mikið viðnám sem að raunviðnám sem að þar á ferðinni. En hérna eru við þá með sýndarviðnámið út frá spennu og straum aftur, og við notum þá raunviðnámið sem við mældum og sýndarviðnámið sem við reiknum út. Þannig að hérna erum við greinilega með allt of lítið raunviðnám og fáum þess vegna spóluna með miklu stærra horni, 88 gráður, í staðinn fyrir að við vorum þarna áðan með 84 gráður. Þetta munar talsvert miklu. Þannig að raunviðnám sem tilheyrir járnkjarnanum er talsvert stór stærð sem að hefur þessi áhrif. Við erum með svona næstum því 90 gráður Þannig að þarna þarf að bæta við raunviðnámi sem að tilheyrir járnkjarnanum
til þess að fá þetta á réttu ról sem sagt nær 84 gráðum til dæmis. Síðan var raunviðnámið reiknað út frá afmælingunni og straumnum út frá þessari formúlu hérna, og þá fáum við að raunviðnámið er 100 ohm í spólunni í staðinn þess sem við mældum með viðnámsmælinu bara 35,5 ohm. Þannig að það er talsvert mjög 100 ohm, og ef við notum það að þá sjáum við út frá þessari sömu aðferð að nú erum við með 100 ohm í staðinn fyrir bara 35,5 ohm, og þá fáum við 84 gráður, sama og við fengum út með afmælun. En þá erum við með rétt aðferð. Þannig að tökum við með sem sagt raunviðnám sem tilheyrir járnkjarnanum. Rétt aðferð. Ok, þetta er málið. Síðan átti að skoða hérna, reikna aflið og fasvikið og fram og tilbaka, en ég held að þetta er þá bara verið að prófa hérna sem sagt niðurstöðuna aftur tilbaka með straumnum og raunviðnáminu, hvort við séum að fá sama afl. En þetta var aðalmálið, að taka járnkjarnan með í reikningin eða ekki, það skiptir máli. Það var 1b. Ok, næsta mál, ef það er engar frekari spurningar. 1c. Þar erum við líka að reikna, og þar erum við með raðtengingu raunviðnáms og spólu, og við erum að taka raunviðnám spólunar hérna 40,5, og þegar við erum með raðtengda rás þá erum við með sama straum í gegnum alla rásina, ekki satt, og þá getum við sjálfu sér verið með tvær mismunandi vektoramyndir. Við getum verið með viðnámsvektoramynd eða finnum út viðnámið í þessum hlutum, og við getum líka verið með spennuvektoramynd. En við þurfum að hérna ganga út frá, var ekki gefið hérna fasvikið í spólunni, eða þurftum við að finna það út. Við þurftum líklega að finna það út. Sem sagt, að það voru teknar mælingar í rásinni. Það var aflið í bæði spólu og peru. Já, PL hérna líka. Þannig að þá var hægt að finna út frá þeirri mælingu líka aflið í líka hérna fasvikið í spólunni. Við göngum út frá því að peran sé hreint raunviðnám og sé ekkert fasvikið í. Hér erum við að reikna út sem sagt fasvikið í spólunni 82,3 gráður, og við hérna reiknum síðan út frá spennu yfir spóluna og straumnum í rásinni sem er sami straumurinn gegnum allt saman. Reiknum út sýndarviðnámið, setuna fyrir spóluna, en við þurfum að skipta spólunni í tvennt, raunhluta og launhluta, og það gerum við hérna. Strákar, eru við með eitthvað leyndarmál? Endilega segja okkur frá því. Þannig að við fáum hérna heildar raunviðnám spólunar til þess að nota við þetta. Við notum sem sagt þessa réttu aðferð að finna raunviðnám spólunar svona. Og sko þannig að þetta er raunhlutin, allur raunhluti spólunar í sambandi við viðnámið, og síðan getum við lagt við raunhlutar perunar. Ef við teiknum síðan viðnámsvektoramynd í þessu, þá erum við hérna með raunhluta spóluna hérna, RL, og leggjum viðnám peruna beint við. Og við sjá, þetta geta að snúa þessu. Þetta að fara hérna í
Þetta láta það snúa svo hérna 90 gráður eða getur maður gert það svona, já, það koma svona, þetta skárra, ok, þannig að það hægt að skipta af því að við reiknuðum út fasvikið í spólunni að þá hægt að skipta spólu viðnáminu eða sýndar viðnáminu, setunni í raunhlutan hérna og launhlutan eða raunhlutin hann var reyndar reiknaður út frá öðru en þetta passa svona og síðan peru viðnámið, það bara lagt beint við og þá fáum við hjálparlínur hérna upp og hjálparlínur hérna út og þá sýndar viðnám seta heild það fengið hérna út frá þessu samlegningu hérna. Nú spennuvektormyndin, hún ætti að vera alveg nákvæmlega eins. Sem sagt, það sömu horn í þeirri mynd, alveg sömu horn og þið hafði átt að gera það væntanlega. Hérna fenguði heildarfasvikið í rásinni og það var síðan líka mælt hérna með grábóga, það er 40,5 gráður en síðan þetta reiknað út hérna sem 41 gráður og síðan átt að teikna spennuvektormynd og hún kemur hérna þið sjáu að hún alveg nákvæmlega eins það náðu ekki alveg að komin allar leið, svona, 90 gráður og þetta sömu hornin það hornið á spólunni 82,3 gráður og spennan yfir spóluna mælt spenna yfir spóluna UL var 152 volt og þessari spennu skipt í tvennt það sem sagt kósinus af horninu 82,3 gráður sinnum UL 152 volt og þá fáum við þennan raunhluta sem var 22 volt yfir sem sagt fyrir raunhluta spólunar og síðan launhlutin þá það sínusinn af horninu 82,3 gráðum sinnum 152 volt og þá fáum við þetta hérna og þá getum við dregið hérna hjálparlínu út til hægri og lagt við þetta spennu perunar hérna beint við raunhluta spólunar það var spenna perunar kemur það beint við og ef við tökum síðan hjálparlínu þar beint upp þá fáum við heildarspennuna 232 volt en í æfingunni þá hún mæld 273,7 volt en það hægt að fá þetta mjög nákvæmt kannski átti líka að taka þetta með Pythagoras en það hefur ekki verið sýnt hérna þannig að þið getið lent í því að teikna vektormyndirnar á prófunum þannig að við skulum vera viðbúnir því einhverjar spurningar varðandi þessa æfingu þið kunnið þetta alveg upp á 10 það ekki já, þessa útreikninga ok engar spurningar og svo bara síðasta hérna æfingin áður en að við förum að reikna og það D þá vorum við með hliðtengingu hérna vorum við með sömu spennu í rásinni og við byrjuðum reyndar á bara að taka mælingu á spólunni þannig að við stilltum straumin á 1 ampere og hækkuðum hægt og rólega upp spennuna og enduðum í 141 volti afmælirinn sýndi 11 vött yfir sem afltapið í spólunni og þá var þarna sýndaraflið reiknað út frá 1 amperi og 141 volti það er 141 voltampere og þá var út frá því þá var hérna raunaflstöðlin og hotnið á spólunni fengið fram 85,5 gráður og síðan
var sýndar setan líka reiknuð út og hún líka 141 ohm og allt raunviðnám spólunar, bæði sem að tilheyrir eirvírnum og járnkjarnanum út frá afmælingunni, það sem sagt straumurinn í öðru veldi deilt upp í aflið sem að var mælt og þá það 11 ohm. Og það sem að við tökum síðan, það var mælingin á straumnum sem peran tók þegar við bættum perunni inn í rásina og auknum heildarstraum í rásinni. Þegar við settum peruna í, þá fór straumurinn úr 1 amperi í 1,07 amper. Vegna þess að þetta náttúrulega leggst við með vektorum að raun straumurinn í perunni leggst við hérna og þar leiðandi eykst heildarstraumurinn ekki svo mjög mikið. Hann hérna breytist hérðan frá það sem var spólan bara í rásinni stilt á 1 amper og hann eykst heildarstraumurinn rétt 1,07 sem við mældum, en þetta mælt á myndinni þegar hann hefur fengið eitthvað aðeins meira 1,09 ampere, bara smá skekkja í teikningunni en þannig bætist raunstraumurinn við raunhlutan á myndinni. En hvað vantar hérna, hvaða merkingu vantar inn á þessa mynd hérna? Það góð prófspurning. Því að í spennuvektoramyndunum þá vorum við með akkurat, hérna erum við með straumvektoramyndina og það vantar að taka fram að við höfum spennuna sem viðmið. Þá höfum við aðeins lengri línu hérna með pílu og segjum hérna U og við höfum spennuna sem viðmiðun og þá það straumurinn hérna sem sagt launstraumurinn alveg 90 gráðum á eftir í spólunni. Það málið og þannig að það getur vel verið eins og með spennuvektoramyndir að það getur þurft að teikna straumvektoramyndir. Já. Já. Það setja inn tölugildi? Nei, bara U. Bara til að minna okkur á það að það sama spenna yfir allt saman og þá erum við að láta straumana skipta sér í rásinni af því að við erum með hliðtengingu. Þetta allt og sumt sem að við erum að gera fyrir þetta próf og við erum að þá að sem sagt að átta okkur á því hvað gerist sem sagt í straumrásinni þegar að við erum að bæta við til dæmis hliðtengdu raunviðnámi eins og peru í þessu tilfelli að hérna ef við bætum við peru inn á svona rás þá breytist heildarstraumurinn aðeins, ekki satt. Hvaða straumur breytist ekki neitt ef við hliðtengjum svona peru við rásina? Sjáu þið það á myndinni? Jó, heildarstraumurinn hann jógst, hann var 1 ampere og þegar við bætum við perunni, raunstraumurinn í perunni, þá eykst heildarstraumurinn aðeins hérna svona. En hvaða straumur breytist ekki neitt? Það launstraumurinn. Spanstraumur spólunar breytist ekki neitt, sem kallum líka launstraum. Hann bara áfram þessi sá sami af því að við erum ekkert með aðra spólu, nei, það bara pera sem að bættist í rásina. Þannig að við erum með sömu spennu yfir þetta svo að það breytist ekkert með launströmmin. Hann sá sami. Það málið. En ef við hoppum aðeins yfir í séð og ef við hefðum bara verið með spólu í rás og myndum bæta við peru
Hvað myndi ekki breytast í rásinni þá? Þú myndir breyta við perum. Ef við hefðum áður bara verið með spennugjafann beint hérna við spóluna. Já. Þú myndir breyta. Já, hvað myndi ekki breytast í rásinni? Ekki breyta. Og þarna í þessari rás erum við með hérna viðnám, þá erum við að hugsa um viðnám og við erum með spennufalli við viðnám og slíkt og ef við skoðum aftur þessa ef við hefðum bara verið með ef við hefðum bara verið með sjáum það alltaf á þessari mynd hérna en við getum líka að skoða aðeins spennuna ef við hefðum bara verið með 152 volt í rásinni fyrst bara yfir spóluna síðan myndum við bæta við perunni og hækka spennuna upp í 233 volt já, bara spennugjafa spennu hvaða spenna breytist ekki hérna? Já nei sko, já hérna, hún er alltaf verið svo sama en hún bætist við erum að bæta henni við spólan var ein í rásinni áður og hún var með 152 volt spennu Já, það er spanaðaspennan sem að myndi þá ekki breytast. Ef við myndum setja, já, vegna hvers? Vegna þess að, sko, ef við hefum verið með sömu spennu við bóluna í báðum tilfellum. En sko, þannig að ef við erum með rás og við bætum við raun viðnámi, við hérna raðtengjum raunviðnám í rás hvað er þá sem að breytist ekki í þessari mynd hérna setan breytist eða ekki setan breytist ef við raðtengjum raunviðnám við spólu þetta hérna er spólan hérna megin ef við raðtengjum raunviðnám sem er raunviðnám peru hérna þá breytist setan í rásinni, en hvað breytist ekki í rásinni? Spann. Já, það er XL, það breytist ekki. Launviðnámið eða spannviðnámið helst óbreytt. Þetta er efni fyrir næsta próf. Ok. Nú skulum við bara fara að reikna.